Jæ, Reynir Traustason, ertu hjartanlega velkomin í sjókastið? Já, takk fyrir það, bara ánægj og heiður. Ég er nú bara svona svo lítill strákur hér með við borðið, þykjast þau ykkur blaðamaður að spyrja þið spurninga? Það er náttúrulega spurningar, hvað er maður hverju sinni, þú veist, ég var náttúrulega sjómaður í 25 ár. Já, byrjum þar. Ég ætla ekki að kynna þig inn sem neitt blaðamann allavega ekki strax. Nei. Kannski seinni hluta, sjómaður og skipstjóri, en það ekki? Jó, byrjaði á sjó 12 ára. Hvaðan kemurðu? Flateyri. Þú frá Flateyri, mikil vestfirðingur í þér. Já, ég er samtidig meiri borgfirðingur, ég fæddur í Borgarfirðinum, rétti á Reykholti, Búrfelli. Já. Og ég er alltaf þaðan. Þú ert alltaf þaðan? Já, það er staðurinn þegar maður stendur upp á Búrfellinu, fjallinu fyrir ofan Búrfell, þá er ég heima. Það er þannig. En Flateyri eru þetta minn staður í 37 ár. Já, það er allan að mín upplifun svona gegnum tíðina að fylgjast með þið, þá ertu frá Flateyri, sko. Og en ég sá ekki sjó fyrir ég var orðinn 4 ára og mér fannst sjór alltaf eitthvað óeðlilegt ástand. Það er ekki hægt að drekka þetta og það er einhvern veginn, manni svíður í augun að maður fær þetta framan í sig. Þannig að það var Lindaráin í Borgarfirðinum sem ég þekkti best, Reykjadalsáin og þannig var allt umhverfið mitt eðlilegast. Það er ekki sjór í grennd. Nei. Það er bara afdalurinn. Fyrstu 4 árin? Já. Og flutti 5 ára til Flateyrar. Þetta er í mínum huga algjör ónáttúra. Ég er bara eins og múkkin, ef ég sé ekki sjóin þá bara líður mér eins og ég sé í fangelsi. Nei, ég ætla aldrei að vera sjómaður. Heyrðu, hvernig æxlaðist það? Hvað varst að bardúsa þannig fyrstu áræfiðinnar á Flateyri? Förum þangað? Þó maður ætla aldrei að fara að sjó, þá var þetta þarna lág tækifæri til að búa til einhver afkomu. Og mér bauðst að verða háseti á því fræga tréskipi Hinrik Guðmundssoni IS sem var 100 tonna bátur. 100 tonna bátur, hvað voru margir í áhöfn? Þetta var svolítið skrítið, það var ákveðið að senda hann á salt, veiði salt og skaka. Þetta var bara eins og færeysku skúturnar. Þetta var bara eins og fyrir 100 og eitthvað árum síðan. Og það voru held ég 10 kallar á bara og hver á sinni rúlunni? Já, og það var bara, og svo var flatt og svo var saltað og það var ákveðið, ég var 12 ára en ég var ekki sá yngsti borð, það var einhver sem var 11 ára og það var ákveðið að maður fekk tíkall, ég man alltaf það var 10 krónur fyrir hvert fisk. Já, það var aflahluturinn. Já, sem sagt 10 krónur á hvert fisk sem maður var búið að þá salta og umsalta og svo framvegis. Var þá aflahluturinn greiddur niður á hvern einn og einasta mannum borð? Ég þekki það ekki. Allan að við ykkur 12 ára þegar voru snuðaði kannski? Já, við kvittarnir vorum örgla afgreidið þannig og svo var þetta nú svona eitthvað svona bókald sem að ég þekki. En þetta var ríkalegu tími því að ég var svo sjóukur, ég var alveg að farast. En varstu einn eða varstu að fara með einhverju fjölskyldu? Nei, ég var bara á mínum eigin vegum. Já. Og ég man það voru bekkir fyrir framann kauðurnar og svo var hitalögn í bekkjónum og þegar maður var sem veikast þá kastaði maður upp bara beint á bekkin og svo fór það á hitalögn og svo kom lyktin. Þetta var ógleymanlegt. Þetta er svolítið sérstætt að vera 12 ára gamall, en það er eitt að fara kannski með pappa sínum eða eitthvað svona, stóra bróður en... Já, ég hafði farið einhverja róðura með föður mínum, Jóni Trausta Sigurjónssoni á Freyju Önnu frá Suðureyri. Og það var sama sagan, það er einhvern tímann, þá fórum við Reykjavíkur og ég fekk að fara með og ég var sjóaukur eins og alltaf og ældi þarna aftur á dallinum sem að skildi eftir þessu ummerki og ég man alltaf þegar ég kom í Reykjavíkur og ég sá ælu taumana mína aftan á skipinu og hvað ég skammaðist mín en auðvitað er engin skömm að vera sjóðugur, þú ert bara sjóðugur. Já, þetta er bara líkanlegt ástand sem maður ræður ekkert við. En þetta voru 10 kallar, sá elsti var eitthvað undir 8 og svo var svo yngsti 11 ára og svo var allt þar á milli, Garðar Jónsson var skipstjóri. Já. Og þetta var bara skakbátur sem var hvorki meirinni minn en 100 tonn, þetta var sama hugmyndafræðin og færeysku skúturnar. Já.
en það sem ég man sko það braust út svona milli okkar þessara yngstu, þá hafði eitthvað séð, það var kokkur sem að mig minnir að hafi verið færingur, hann var alltaf útlendingur og það var einhver sem komst á snöður það hann var að lesa reyfara sem að hét eitthvað svona ekki orðurétt en það var kokkurinn sem drap heila skipshöfn þetta spurðist út borð og menn voru svona, já, mönnum var ekki alveg rótt. Ég held að hann var að plana eitthvað. En við lifðum þetta af og allir komuður aftur eins og segir í textanum. Heyrðu, og hvað og var þetta bara ástu í fyrstu sín að kynnast hafinu svona? Nei, þetta var alveg bara hatur við fyrstu sín, ég meina ég var drullu sjóveikur og ég ákvað bara að gera þetta aldrei aftur og ég var reyndar sumarið. Já. En svo fór ég samt næsta sumar, þá fekk ég pláss á bát sem hétt Frægur, lítil trilla með Gunnari Valdimarsinni. Já, voru bara tvei saman. Já, og ég var nú bara svona sidekick eða hvað það heitir. Já. Jú, en fekk laun. Svo bara var þetta einhvern veginn þannig, þú ert í þorpinu og þú lítur í kringu þig, hvað ætlar að gera, hvað ætlar að verða, jú, það er nú svo sem langt í það að verða lögfræðingur eða prestur eða læknir eða hvað það er, þannig að ég svona, mér fannst þér ögrætt að fara ekki í frystihúsi í þessi láglaun sem voru þar, heldur fara á sjóinn. Já. Og ég held þeim bara sig, þannig að 16 ára var ég bara orðin sjómaður í nánast full starfi. Það er þannig. Já. Og hvað tekur svo við? Þú þá ekki farið svona hefbundin menntaskólavegin og eitthvað svona eða hvað? Nei, ég bara flosnaði upp á námi og ég var á núpskóla, kláraði held ég 3. bekkin, það er þá einu bekk frá landsprófi sko. Og eftir það fór ég bara sjóin og meðal fyrstu skipstjórnuna minna var Addi Gitagau, Guðjóna Kristjánsson sem það var mjög skrautlega áhöfn á Guðrúnu Jónsdóttir frá Ísæri. Já, hvernig þá skrautlega, er eitthvað eftirminnilegt? Elsti maðurinn borð var sko afgamall, hann var fertugur, kokkurinn. Já. Og næst elstu var skipstjórn 25 ára. Já. Og svo voru við þarna nokkrir skratakollar sko á aldurspilinu 15 til 19-20 ára. Þannig að það hefur verið fjörum borð og líka í landi þegar þið komið. Það var bara gríðarlega stuð og mikil að fór mikið fyrir mönnum. Já, ég trúi því. Og hvað ákvastu þarna að þú skildir leggja fyrir þig stýrimannsnám eða hvað? Já, sko, það var nú bara þannig að ég var á Guðrúnu Jóns og svo var ég á fleiri bátum og var komin heim til Flateyrar aftur. Og ég var einhvern tíman í kaupfélaginu þegar Emil Hjartarsson setna skólastjóri þá í barnaskólanum og það hefði verið kennari minn. Ég hitt hann í kaupfélaginu, ég var bara að kaupa smjörlíki eitthvað og hann svona vindu sér að mér og segi eitthvað á ekkert að reyna að komast í hólinn sem þýðir upp í brú. Já, heitir þið góð hugmynd. Og það var þú ég fór í stýrimannaskólan. Fórstu suður þá í? Já. Og þá varstu þá á vistinni eða hvernig? Já, ég var á vistinni. Og drastu bara vatn og mjólk? Já, bara vatn og vodka. Nei, það var mikið fjör og mikið stuð sko fyrir veturinn minn. Svo festi ég nú ráð mitt sko í miðjum klíðum og þegar ég kom í annan bekk, fiskimanninn, þá var ég orðin ráðsettur og hættur að drekka vatn. Ég skil. Hvernig hvernig var það, var ekki ágætis svona kúltúr í stýrimannsskólanum á þessum tíma? Var Guðjón Ármann þarna skólastjóri? Guðjón Ármann var umsjónarkennarinn minn og Jónas var skólastjóri. Já. Guðjón Ármann var öldungis frábær. Það ekki? Jú. Ég held að aga hlutunum fyrir sjóliðsfóringin. Já, og ég man að ég átti eitthvað erfitt uppdráttar í einhverju fæi og þá bara ákvað hann, og við vorum einhverju nokkri sem áttum erfitt uppdráttar held í alltaf ekki verið siglingafræðin bara. Þá lagði hann á sig að vera með aukatíma fyrir okkur eftir hefðbundna kennslu og hann náði okkur þannig á strik að ég útskrifaði alltaf með meðalengun 8,98. Já.
og ég man alltaf 8,98, þetta var svo sárt að því að 9 var sko verðlaunatæk þá hefði ég fengið verðlaun frá sjómanadagsráðu einhverjum. Það var einhver örugglega í nöpuði sko að það lækkaði 0,02 hugsaðir en allavega þá var það miklu skárri niðurstöð heldur en eftir fyrsta bekkin þegar ég held ég fengi 7 með einhvern eitthvað en það var náttúrulega ekki verið að taka námi mjög alvarlega á þeim tíma. Heyrðu, hvað hvað ertu gamall þegar þú ert í stýrimannaskólanum? Ég var orðin nokkuð aldur sko, ég útskrifaðist held ég 23 ára. 23 ára gamall, já. 77, já, 23 ára. Og þá bara heldur áfram að róa, er það ekki? Jú, þá fer ég bara heim til Flateyrar og fer á Gilli í þess. Já, og fiskurinn var alltaf það sem að toga, þú varst ekkert að freistast af einhverju farmennsku eða... Nei, ég reyndar skráði mig í námi útgerðartækni, einhvern veginn þá var sjómennskan ekkert endilega það sem ég vildi fást við en ég hafði ekkert svona, mér fannst möguleika minnir ekkert vera neinir aðrir. Já. Og þú lokast inn í ákveðnum, þú byrðið þorpinu og þú lokast inn í ákveðnum heimi. Já. Og martröðin verður þegar þú ert reikin á togaranum eða þið dreymir að þú hefur ekki pláss á togaranum lengur. Já. Þannig að sko ég skráði mig í útgerðartækni eftir ég útskrifaðist stýrimannaskólanum og svo fór ég eitthvað að hugsa þetta sumar, ég var koni gott pláss og með komið fjölskyldu og ég myndi ekkert eiga auðvelt með það að fara í 2 ára nám, þannig að ég hætti við það. Já, þetta bara aðstæðuna buði ekki upp á þessum tíma. Nei, og bara hugarheimurinn var þessi, þú festist inn í einhverju hugarástandi. Já. Staðan fyrir en lífið hefur kennt með það að þú þarft bara ef þú setur þér bara markmið og þú ferð bara þangað. Og það er náttúrulega, það rennur upp svo stund í mín lífi að ég ákveð bara að fara sko, hætta á sjónum og fara í blaðmenn sko, þó að launin verður lág og þetta veri en það er nú svo eitthvað sem við kannski förum í Já, við komum að því eftir smá stund en árin og Gilli voru bara fín og við rótþinum og fiskuðum vel, Greta Kristjánsson stífstjóri. Já, og þar nertu bara svona komin í svolítið rútinera líf, bara fluttu til Flateyrar með fjölskylduna og komin ykkur börn þá? Já, við erum 1980 voru við komið með 3 börn. Já. Og svo held þetta bara áfram, fleiri börn. Og hvað voru þetta langir túrar? Svona vika. Og hvað tókstu marga í beitt? Sko þetta var náttúrulega geggjun, ég var upp í 300 daga á sjó. Já. Ég tók upp að byggja 260 fermetra hús og ég bara festist inn í þessari Þú varst komin í kappleipið af alvöru? Já. Og alltaf blankur, alveg sama hvað fiskaðist mikið og hvað maður fikk út, alltaf blankur. Já, bara jökust útgjöldin. Já, sparisjóðurinn bara í því að gefa manni yfirdrátt og eða veita manni yfirdrátt og ég man einhvern tímann að sparisjóðurinn var að byggja við hliðin á mér. Og eftir nokkrum árum eftir ég byggði þá var endi bankastjóriðið mig hann vildi bara þakka mig fyrir ég hefði líklega lagt þeim til bílskorinn í húsinu þeirra með dráttavöxtunum og því öllu en þetta var bara svona líf, ekki það þetta var ekkert leiðilegt líf, þetta var bara fínt líf og við höfum það svo sem alltaf gott hannig en hugurinn var alltaf annar staðar og sko hugurinn leitaði í eitthvað annað og það var svona hvað ég að segja það var ákveðin svona ekki ögustund heldur það var svona ákveðin snúningur í öllu þessu þegar að móðir mín gafst upp á því að vera fréttaritari DFF og Flateyri og þoldi ekki álæða því að það var verið að skammana fyrir að hafa skrifað eitthvað einhver eins og gengur og þeim dettur það hún fekk þá frábæri hugmynd að ég fréttaritari sem var þá stýrimaður og tógar og var svo sem ekkert inn í þorpinu til að skrifa það ef að hvernfélagið
var með basar eða það var kveikt á ykkur jólatrí eða guðmá þetta hvað. Varstu rítfær alveg bara frá blötu bassbeini eða er þetta eitthvað svona tilengaði þér? Þú bara tilengar þetta og ég manni til að vísu að ég var 10 ára og þá átti maður að skrifa það var einhver ritjað sem átti að skila hvað viltu verða þegar þú verið stór. Já. Og ég átti svona, mér fannst ég eiga tvo möguleika, ég ætlaði annað hvort að vera sálfræðingur eða rithöfundur. Já. Og ég gleymið sig ekkert, mér fannst svona rithöfundur var eitthvað heillandi. Okay. Ég náttúrulega las óheimið mikið og Áttur þér einhverja sérstaka fyrirmyndi þá í samfélaginu? Einhverju rithöfundur svo leist upp? Jack London og Hemingway og einhverju svona gæjar sko. Okay. Og svo las maður náttúrulega allt sem kom út, alla barnabækur hér. Tom Swift og allt þetta. Gussi, Hraunkoti og Ármann K.R.1, Ármann, Já, ég veit hvað áttu, já. Maður gleypti þetta allt í þessu. Ég var að taka kannski í bókasafninu 5 bækur á viku og ég átti þetta allt upp til agna sko, og mér fannst þetta að vera svona, mér fannst þetta að vera heillandi tilhugsun að geta orðið rithöfundur. Og þú varst nær þeim draumi sem sagt þegar þú ert bara stýrimaður hann á Tóra á Gilli? Já, svo kemur þetta að móðir mín, hún fer á taugum yfir því að hún hafði skrifað eitthvað frétt og það var allt vitlaust sem að ég hafði svo langa reynsla af að glíma við. Já. Og hún leggur til við yfirstjórnina fyrir sunnan, Jónas Kristjánsson og þá ritstjóri DFF og Jónas Halansson fréttastjóri. Að ég tæki við keflinu. Ég var erðaprinsinn. Já. Sem að mér fannst nú fáranlegt í fyrstu, þeir ringdi mig út á sjó, ertu ekki til í að verða fréttarittur en ég var á Flateyri? Já. Og það endaði með að við sættust á það ég því fréttarittur en ég var á Vestfjarðamiðum. Ok. Já, þú myndi þá bara skrifa aflabrögð og svoleiðis? Já, ég myndi ekki aflabrögð heldur svona ekki æsifréttir heldur svona human fréttir, það var. Já, ok. Og ég man alltaf sko með tókst nú að gera þetta nokkuð skemmtilegt einhvern tíma var mókveið út á Kaugri hjá Tóranum og þá sendi ég frétt blóðbað á Vestfjarðamiðum og þetta var aðalfréttin á baksíðu á þann daginn. Svo datt ég í lukkupottin einhvern tíma þá var ég að tala við eins og gengur í stöðuna í Síman við Björgul eða Tóran. Já. Það var Finnbogi Þorláksson, ég held að hann hefði verið stýrimaður þegar þetta var mikill vinur minn og býr núna á Spáni. Þá hefur hann heldur betur sög að segja því að þeir höfðu verið að fara fyrir hotn og það kom hafís, það var svo mikill hafís. Já. Og hann er sko að pressa að þeim þannig að þeir eru því að snúa við í ofboði, komst ekki fyrir hotbjörg og eru það að hörfa svo inn á vikurnar. Og þetta var nú kvöld og ég húrra upp frétt í kvelli og að Björgur var bara hálsbreytt frá því að fara upp í fjöru sem það var og svo viðtalið maður rétt Finnbo og blaðið fer sko í prentun morgunin og konundun á Dalvík lásu það í DFF að kallarnir hefði verið í háska við Hotbjörg. Já. Það fengu það bara beint úr blaðinu áður en að fréttin barst þeim sko eftir öðrum leiðum. Fyrstu þá eitthvað bátt fyrir að... Nei. Bara Björgúlur hálsbreytt frá einhverju og þú maðurst, þetta var svona 5 dálka sko yfirleitt var uppslátturinn svona 5 dálka rammi á fósíðinni og það var þannig og Björgúlur var að snúa við og sigla suður og koma þá leiðina heim. Já. Þannig að en þetta var alltaf, þetta þótti svona til dæmis ákveðna snerpa að ná að sko segja fréttina bara grípa dalvíkingana í bólinu, þeir bara lása þetta þarna. Já. Þannig að þetta var svona, það voru svona alls konar frétti sem maður gat, ég var náttúrulega inn í miðjuna þessu og það tókst að svona séu heyrt væða Tógaraflotan. Já, ég ætla að segja að þetta er svona með æsi fréttir sjávarútveg. Já, en ég reyndi alltaf að hafa, þetta var alltaf sko maður fór aldrei á langt heldur bara svona passlega og svona fréttir voru nú svo náttúrulega kom öllu alvarlegra aðdöku upp, þá var ég á Sléttanesinu og var stýri með þar þegar að Tógarinn Krossnes sökk við hliðin á okkur. Já, hvar á hvaða miðum var það? Það var bara út af Vestfjörðum, það var út á Hala
og var ekki 92, mér minni það í februar. Já. Og ég sko var nýbúin að hífa og var að byrja að kasta aftur þegar að neyðakalli kemur og hérna hann var 0,6 sjómílu frá mér þegar það gerðist krossnesið. Bara steinsnar. Og hann kallar bara við erum að sökkva eða hvernig sem það var svona orðið. Já. Og ég segi stöðan geðstað. Já. En ég var auðvitað með hann inn á radarni. Og ég byrja að hífa bara leið aftur, við vorum kannski slaka 200 föðum eða eitthvað og ég byrja strax að hífa og set neyðakerfi í gang, þannig að það er allir viðbúnir því að gera sitt, kokkurinn hita kakó til að koma ef það stildi verið eitthvað kaldur rækin og svo framvegis. Akkurat. Og svo það var rétt að byrja að stíma degi nema við náum að hífa og vélstjórinn kemur upp í brútíminn, Steinar Jónasson. Já. Og ég með tekst snýst strax og ég kom í trollið inn og með báða kastaninn uppi. Og við bara, það er búið að vera þagn það leið korter, það var komið korter frá því að hann kallaði og baði hjálp. Og svo stenga ljóstýru eða neitt? Við sáum bara dofna út af radan, ég sáum bara hverfa. Og við siglum og Guðbjörg ég sé komin að stað líka og fleiri sem er á staðnum að fylta tórum að það. Nema ég er að byrja að ringsóla, ég sé bara að það er mikið brak og vélstjörnin er í glugganum og rýnir út, við erum að báða kastarinn á. Þegar hann kallar allt í einu, beygðu tilbaka og þá sjáum við þá hafði hann sé glampa á flotgalla og 2 flotgalla, annar var tómur. Hinn var með manni og hann var hálf opinn. Og hann hefði ekki náð að renna upp. Nei. Nema það er bara stoppað og það eru mennur gera klárt Markusanetti og það fóru 2 menn í sjóin til að ná upp þessu manni sem reyndist vera, hann heit Garðar. Já. Maður rúmlega 60. Og það tekst svo vel til og við náum honum borð og hann í upphafi heldur við reyndar að hann væri farinn, hann var náhvítur en svo náði hann að lyfta svona aðeins hendinni þannig að við sáum að það var lífsmark með honum. Og við náðum að bjarga kallinum og kom hann til lífs. Hann var fótbrotinn, hann var nýkonu hjartaþræðingu þegar þetta var. Já. Og það var eiginlega bara mínútu spursmál að hann myndi ekki hafa þetta af. Og hvað voru margir í áhöfn á Krossanesinu? Ég var ekki 12, við minni það, ég held að það voru 3 sem fórust. Það voru 3 sem fórust. En svo var náttúrulega skipstjórinn var faðir hann Hafsteinn. Já. Hafsteinn Garðars sem var faðir Garðars sem að við björguðum. Akkurat. Og ég man alltaf, við bárum hann inn settum hann í kójuna mína og stýrmannskójuna og svo þegar hann byrjaði að stjálfa þá vissum við hann væri að koma tilbaka. En hinni kallarnir sem voru um borð sem að Guðbjörgin, þeir komist í gumbát. Já. Garðar hafði flækst í einhverju drasli og hann byrjaði að sökkva með skipinu en náði að losa sig. En fótbrotnaði við þetta. Já. Og Guðbjörgin náði svo tók alla um borð sem voru í gumbátnum. Já. En svo voru þetta þessi sem að fórust og það var nú svona það sást 1 lík og ég held að það hefði Stakfell þarna sem að komst sá þá 1 líkið en þeir mist hann, þannig að það kom aldrei í ljós hver það var. Þetta hefur verið mjög erfið reynsla fyrir þessa áhöfn líka svona eftirminnilegt fyrir ykkur sem að komið að þessu. Já, mikið gæfa, svona bara það er mikið gæfa ná að bjarga mannslífi. Já, ég trúi því. Þú veist, eins og það er nú sárt að missa að fólk er að deyja og menn er að farast, þá er hitt svo mikið gæfa og það fylgir þar alla tíð. Já. Og Garðar, hann lifði held í 8 ár eftir þetta og ég man vel umbunin
mín var svo að einhver tíma þegar ég var ritstjóri DEVA þá kemur ung stúlka hafði verið að byggja vinnu og kemur á fundi mín og hún byrjar að hilsa mér og sagði svo þakkaði fyrir að ég fekk að kynnast honum afa mínum. Já. Og ég sé nú hvað, já ég barnabarn hans Garðars. Já. Þá hafði hún verið 30 ára þegar þetta gerist en hún fekk að kynnast afa sínum og Já. Nú það bara ekkert þetta að byggja meiri og betri velun heldur en þau að fá svona þakkir. Já, ég trúi því. Þetta... Og við fengum reyndar, grundfyrringarnir heiðruðu okkur áhöfn á Sléttanesinu fyrir þetta, fyrir björgunina og færið okkur svona skjöld Já. Sem að var afhentur í kirkjun og Þingari. Breytti þetta einhver hjá þér þá meiru eða þess að hvart þetta er meira til þess að fara í land eða breytti þetta eitthvað afstöðu þinni gagvart því að vera á sjó? Nei, ég var alltaf til bráðabirgða á sjó einhvern veginn þá var það alltaf þannig ég var bara 1-2 ár eða ég var alltaf að svona útkikki eftir einhver og auðvitað þannig er ég orðin virðulegu fréttarittari og því er ekki að leina, ég var náttúrulega í leikil stöðu, það var allir fjölmiðla mættir þegar við komum í land á Sléttanesinu en ég var bara þarna, ég tók viðtal við Garðar í kojunni og auðvitað með fullri virðing og samþykjans, þá tók ég smá viðtal við hann, það sem hann er komin tilbaka og orðin hress og líður betur og svo var ég náttúrulega með fréttina alveg frá fyrstu hendi, hvað gerðist og hvernig og svo framvegis þannig að aðrir fjölmiðlar átti ekki róð við okkur það var ekki til dæminu og þetta er svona auðvitað er þetta skrítin stað að þú ert stýrimæri eða þú ert skipstjóri, einhvern tíma var ég skipstjóri og þá á Sléttanesinu og þá erum við beinir að taka mann af Snorra Sturlusyni í land í miðjum túr og hann hafði verið einhvers konar heilsu þjálfi eða hann var að taka út líkamlegt ástand sjómanna Akkurat og svona gera hverja rannsóknum borð nema að hann veit ekkert annað en það hann er bara sóttur gumbát og kemur og upp í brú og svo stendur hann ég er í stólnum og ég tek upp segurband og kveikjaði og svo dreig upp mynda verði þarna við og svo myndaði hann og hann er einhvern veginn svona málstóla bara hvað er skipstjórinn að mynda? okkur og ég segi, ég er hérna fyrir DEVA svo kom ég með þessa fínu frétt það var uppsláttur á síðu 4 eða hvar það var líkamlegt ástand sjómanna afa slæmt og mynda kallinum við fegstu ykkur að niðurstöður hann frá honum frá fyrstu hendi líka og svo hef ég hitt hann öru kóru og hann er alltaf ég gleymi ekki þessu augnabliki þegar skipstjórinn tók myndavel að segurband ég vissi bara ekki hvað hann en það kom út úr þessu fín frétt þetta mér rekur minni til þess þegar ég byrjaði sko á Guðmundi Nesi árið 2008 þá er ég að byrja túrin eftir að hafi komið mitt sko áratugum síðar önnur manneskja í nákvæmlega sömu erindagjörðum þá kom hugguleg kona sem heitir Sonja sem var í íþróttafræði og fór með sér sagt hálfan túr eða eitthvað svoleiðis með Guðmundi Nesi til þess að gera einmitt þessa úttekt á atgerfi og heilsufari sjómannum borð og svo var hún með ráðleggingar það sko hvernig þið getur staðið sér betur og þegar ég byrja þennan túr eftir þá er alveg rosalegt heilsu átak í gangi borð og ég kem frá því að vera á togara þar sem allir reyktu einhvern veginn í stakkageymslunu og svo setjust í fyrstu smókpásu þannig á Guðmundi Nesi og ég sé að það tekur enginn upp sígarettu sko og en svo sá ég náttúrulega og fekk skýringu á því að það væri vegna þess að þeir vildi náttúrulega standa sig gagnvart henni Sonju en svo var annað og meira að barst bréf frá útgerðarstjóra nokkru vikur síðar nokkrum túrum síðar hversun í ósköpun að þeir margfaldast pappírsnotkun borð á Guðmundi Nesi það var vegna þess að allir kallarnir sem að reyktu fóru að taka í nefið og snýta sér í pappír það var hinn hliðin á þessu en þetta var náttúrulega alveg alvöru mál og bara þú sér það eins og þessum tóðunum þetta
þetta á gámatímanum þegar að vera að flytja út í gámum og menn voru að djöflast sko, komi kannski úr rólegum túr, svo var að djöflast við að bera kassa inn í gáma og bógrandi yfir þessu og þetta var nú svo sem ekkit það þurfti alveg að taka þetta út, þurfti alveg að gefa mönnum ráð. Já, það er það. En ertu lengi á sjó eftir þetta eða hvenær gerist það að þú bara... Sko ég hætti á Sléttannesinu þegar hún var breytt í fristúra. Okay. Þá var ákveðið að útgerðarstjórinn sem hafði verið skipstjóri kemur aftur borð og Villi sem var skipstjóri var líka fyrir, þannig að það var ekkert pláss fyrir mig. Okay. Og sem var svo sem bara allt í fína þá förum við í útgerð ég og hann Halldór bróður minn Traustason, hann er vélstjóri og kaupum drepát frá Hólmavík sem að hét Guðrún Óttósdóttir og við köllum hann hét Jón Trausti IS. Já, hvað eru allan stóran bát? Hann var 60-70 tonn og gerðum hann út á línu, humar og svona, já, eitt og annað. En þetta var raun og veru bara basl. Þetta eftir 83? Já, þetta 94. Já, þetta keyptum með honum kvóta keyptum með honum kvóta. Þannig að hvernig var þetta þér að mæta þannig að tveir þá með svolítið tómar hendur eða ekki? Jú. Það þurfti bara Skeljungur lána okkur og svo lánaði þess okkur og við fengum frá tryggingafélaginu og olíufélaginu og svo þurfti að tala við Þorvald Garðar þingmann og það var mikið svona tógaði alla strengi og slegið á lánútum allt til þess að byrja á þessu. Einar Oddur, hann var sko hann var náttúrulega aðalmaðurinn hann á Flateyri, hann hjálpaði okkur helling sko, var með því að opna á einhverja lánalínur frá Skeljungi eða ekstar en þetta var bara basl. Þetta var basl. Þannig að sko að gáttuðu alltaf sko, voru þetta þokkalegi túra, gáttuðu borga reikninga og svoleiðis og launin og með harmkvælum. Það var bara, þetta var bara helvíti erfitt nema að við förum á humar og þá reyði ég skipstjóra úr Þorlákshöfn og er sjálfur stýrmaður og humarinn er sko einhver furðulegasti veiðskap sem ég hef stundað. Af hverju? Ég hef ekki prófað þetta. Nei, þú ert sko, þú hýfur og það er 70% af þessu er eitthvað drulla svo þarf þetta káan í drulluna til að finna þessi humarskott og þetta er svona þetta var eitthvað svona átti ekki alveg við manni en ok, þetta var alveg peningur í þessu og business nema að ég hafi verið sko sumari 92 þá fór ég á Díó sem þá bauðst mér að vera sumarstarfsmaður í einhvern mánuð 2 sem að ég gerði bara, tók frí á tóranum sem bara full-time blaðamaður. Og þá sagði við mig eftir það þegar ég var að fara þannig í september þá sagði Sigurðsson söngvarinn og blaðamaðurinn, hann sagði þú ert að fara að koma aftur. Ég sagði nei, ég er að fara á sjóinn og þar eru peningarnir. Þú ert með bakteríuna, sagði hann, þú kemur aftur og ég hló bara á honum nema að svo liði veturinn og ég er komin á humar þarna á bátnum og ég er búin að ljá máls á því við Díó fyrir ég komi aftur sem sumarmaður nema að ég er búin að grafi hennan drulluhaug og búin að þetta var eins og að taka upp kartöflur og ég er búin að finna 4 humra þegar hann kallar í mig kafteinn að Þorleifur og segir það er símyndiðin, það er Díóvapp í Reykjavík og ég fer í síman og það er Ellert Skram ritstjóri og hann sagði kemur ekki í sumar og bara kannski alveg ég sagði sumar, nei ég er að veiða humar og og hann sagði þú ert nú búin að tala með þetta lengi og þú ætlar að koma og þetta verður bara að vera af eða á ert að koma nei, ég er ekkert að koma sig og ertu blessaður fer út, setja á mig gúmmíöllingana
gref hon í hauginn, finn 2 skott, humaskott, svo hugsaði með minni anskotin, ég ekki að fara að standa í þessu. Fer aftur inn í stýrishús, hringi í DF í Reykjavík og byggðum Ellert og segi, heyrðu ég kem á mándaginn. Þetta var á 5. Og ég var þar næstu, lítur að vera hátt í 10 ár. Já. Ég fór aldrei að sjá hann eftir. Þú fórst aldrei að sjá hann eftir. Seldur þá? Nei, ég gerði hann út í 1 ár og með tapi og í basli og svo endaði með að ég seldi bát og ég seldi kvóta. Já. Lendur á löppunum eftir þetta ævintýri? Já, það má segja það sko. Og bróðin? Já, hann var komin út úr þessu þá sko. Okay. Hann fór út úr þessu þegar ég flutti. Ég fór sko, keypti bátinn á Flateyri og flutti svo suður. Það svona lengri saga og snúnari að það var mjög erfitt að gera út þaðan af því það var einn svona voldugur sem að öllu réð. Já. Og við vorum litlir og verðum að lúta því sem að okkur var sagt með fiskverð og annað, þannig að það verður úr að ég flytt í Þorlákshöfn og með búsluð og fjölskyldu og allt. Já. Og ég sko Hvað áttu mikið af börnum? Bættist 5. Við? Þú átt 5? Já, ég held áfram þannig erum við með 4, svo kom 5. barnið eftir ég var komin á DF. En það var ein minning sem ég á alltaf frá þegar við sigldum sko fyrir 8 með búsluðina og á Jóni Trausti og vorum að fara suður, þá stendur gömul kona í fjörunni með Kodak Instamatic myndavél og að smetla af. Já. Það var hún amma sem að náttúrulega fyrir hana var þetta náttúrulega mikið sorg að missa fjölskylduna sko. Já, í burtu. Já. En þetta var samt nauðsynlegt skref og þetta verður svo til þess að ég fyrir inn á DF og þar og árið setna þá er ég laus út úr þessu útgerðarvakstri. Hvenær og hvað líður langur tími? Þú ert með bakteríuna og ert metnaðarfullu blaðamaður, svo verður ritstjóri á einhverju tímapunkti. Já, eigandi og ég meina þetta var bara ameríski draumurinn. Nei, ég segi þessu. Já, það ég strax tók þetta alvarlega þetta var náttúrulega, auðvitað var maður með þessa bakteríu. Já. Og ég skildi ekkert í því, ég mætti klukkan 8 á morgnana í vinnu eins og átt að gera og svo skildi ekkert í því að það hurfu alltaf allir klukkan 10 og svo hurfu allir klukkan 12 og menn voru alltaf að hverfa, ég satt bara við. Já. Og með pípuna mína þá mátti reiki inni og allt þetta. Svo komst ég að því setna menn voru að fara í kaffi og fara í mat og Já. En ég hafði engan tími í það, ég var bara í því að skrifa fréttir og maður var svo rugglaður, ég bjó fyrsta árið í Þorlákshöfn og á sunnudagsvættina voru yfirleitt borgaðar og mættir á sunnudöfum til að skrifa mánudagsblaði og ég mætti alltaf á sunnudöfum alveg sama hvort ég fekk borgaði ekki, keyrði við þessa 50 kilometer úr Þorlákshöfn að því að ég þótti það slæm tilhugsun að ég ætti ekkert í mánudagsblaðinu. Það var ekkert vinnað heiman neitt og fjarfundarbúnaðir og svoleiðis á þessum tíma. Það var ekki til, það var svona miklu minni það var, þú gast sendi í gegnum einhverja línu sem að með einhverjum svona tilburðum en ég vildi bara vera þarna og var nú að villast til að mæta og þess að fá borga fyrir það. Og svolítið harkaði það ekki á þessum tíma svona, mikil samkeppni milli pappirsblaðana og þetta var allt annað tími heldur en við þekkjum núna í dag. Já, þetta var sko eins og þegar smugudeilan var, það var náttúrulega þá blómstraði ég ágætlega, ég þekkti alla skipstjórana og þegar stríði var í smugunni. Já, þá varst þú á heimavelli. Þá var ég sko og ég Moggin var þá í aðal samkeppnisaðilinn og þeir skildi ekkert í því, við vorum alltaf með viðtal, Björn Jónasson kannski þetta var erfið dagur og þeir komið þarna á freigáttunni, segir Björn Jónasson í samtali við DF það sem að Moggin vissi ekki var það að þetta var allt í gegnum telex. Það stundum talaði að grísa á eitthvað, að það sé svona heppni. En svo það að svína á einhverjum og það bara að vera með almenn leiðindi. Ég skil ekki þessu. Skilur þú það? Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti Das.
Já. Þeir náðu einhver talstöð samt og ekki neinu, þannig að þeir okkur í anskotanum var devafalda með viðtöl við hinn og þessa. Af því að þú kunnir telex. Já, svo munum við átökin þegar var siglt á Drangena og fleiri. Já. Og þeir eru að koma heim, þessi skip, þá ákveðið að ég fari norður á Sauðárkrók og tækja móti, það var Hegrannes og það var Drangey. Og mókin þetta mætti líka, nema að ég man eftir að við vorum upp í brú á Hegrannesinu og það blaðakona mokkanum að tala við Júlla, skipstjóra, og hún segir mig, heyrðu, fyrir ekki það þér sama þó þú sett ekki hérna með ég að tala við hana, svo þetta nú bara enga viðtal Morgunblaðsins. Jú, ég skal bara fara að segja. Fennir í borðsal og smala saman öllum filmum sem voru borð. Allir sem hefur tekið myndi létum að hafa filmundar. Og síðan ger ég það sama með Drangena. Og ég samti við held í Stakfelli skipstjóna þar að fá filmur frá þeim líka. Já. Þannig að síðan hún búin að tala stúlkan við Júlla skipstjóra og þá komið að mér að tala við hann og þá kom Babbi bátinn. Hún hafði enga myndir, enga filmur. Við fórum ég og Gunnar Andriðsson, ljósmyndari, létum svo opna ljósmyndastofu á Sauðárkróki og framkalla fyrir okkur í Hvelli, allt sem til var, og daginn eftir átti Devaf þessar frábæri myndir það sem var að sigla á Freygátan var að sigla á Drangeni ef maður rétt. Og ég þá var ég búin að vaki sólarhring, þannig ég fer heim að sofa bara, nema að það hringt og frá Devaf þá hafði mókin verið komin niður á hnén að biðja einhverja myndir. En ég svo sem var bara búin að segja, ég ekkert vakin fyrir undir kvöld. Svo var ég að gefa eftir, þannig að en kvöldi þá fekk mókin að byrta eitthvað þessu dóti sem við vorum búin að byrta allt. Ég skil. Þetta sko ég svo ungur þegar ég þarf nú eiginlega bara að fara að fletta inn á tímarit.is og finna þessar myndir. Þetta var miklu meiri átök heldur en maður einhvern veginn. Já, þetta var öskrandi fossiða myndin, það er ein mynd sem tekin, það sem að skipið tekin bara frá Drangey og skipið að tekið úr brúnni eventulega, það sem að Freygátan. Hvers lensk var Freygátan sem að? Þetta var Nost. Þetta var Nost, já. Já, þetta voru norðmenn að flæma okkur í burt og smugunni. Já, það var engin annar búin að skerast í leikinn þannig. Nei, þetta var, og svo var náttúrulega ekki ekkert að lengst til að var skotið á hágangana. Já. Og þá kom upp þá var þurfti að þá búið að fangilsa skipstjóran og stýrimannin og útgerðarstjórin fyrir háganga, ég held að Friðrik, hann spurði mig hvort ég væri til að fara til Noregs og sigla skipinu heim sem annarkvæmst skipstjóra stýrimaður. Já, þegar þú varst og ég var blaðamaður að Devaf og ég spurði Eller hvort að það væri lagi. Nei, hún fannst ekki við að blaðamaður Devaf væri orðin á skipstjóri á skotgangi eins og hann var kallað. Ég heit hágangur og var kallað skotgangur í framhaldinu. Þannig að sem að hefði náttúrulega verið brilljant hugmynd fannst mér að ég hefði bara farið þarna og sótt skipið. Það er skemmtilegt svona blaðastönd sko. Já, honum leist ekki á að þetta rinni saman starf blaðamaðsins og skipstjórans með þessum hætti. Heyrðu, en það er eitt sem að mér langar að vinda mér í sem að er svona blaðamannstönd sem að sko með stóru S-i sem að þú tókst einu sinni sem að sko var byggði á bók sem þú varst að skrifa og heimildamind sem að ég og sennilega allir Íslendingar sáu sem að hét Skuggabörn. Já. Ég nefnilega man alveg nokkuð skýrt eftir þó að séu örugglega sko meir en 20 ár síðan en þú eru samt að hjálpa mér að rifja það upp að þú ferð eitthvað að skoða undir heimana á Íslandi og sko hvernig fíknefnum og öðru er smiglað til landsins og þú bara gerðir lítið fyrir og skellti þér út með kameru og prófaði að smigla heim. Getur aðeins slappa með mér í gegnum þetta? Já, þetta er sko bók sem heitir Skuggabörn og fjallar undir heimann og þetta er byggt á viðtölum við undirheima fólk og lögreglu og bara það var við að leita fanga. Síðan ákveði að gera heimildamind gerð bókarinnar og Lýður Árnason vinur minn læknir og kvindagerðarmaður og Jóakim
Reynisson þeir voru þá með hérna, Ráku kvikmyndafélag saman og það verður úr að þeir eiginlega bara fylgja mér eftir og það ákveðið að fara í ferð til Amsterdam það sem að minn maður viðmælandi minn hann hafði smiklað 400 og eitthvað grömmum af amfetamíni ef maður rétt og hann fellst á það sá maður að koma með okkur og við erum bara að fara í slóðinans. Þetta þá maður sem búin að koma sér á var hann búin að koma sér á beinubrautina á þessu tímapunkti? Já, og hefur spjarað sig gríðarlega vel í gegnum tíðin og án þess að ég ætla að benda á hann með nokkrum hætti þá hann með þeim stærri atvinnurekendum í samfélaginu í dag. Okay. Og hérna með að við förum hann 4 í þessa Bjarmalandsför og það er gert hann ég kemst í samband við fíkniefnasala mæli með mótveðan og er með mæk á mér og allt þetta sem við eiga og það er ákveðið að hann hitti mig eitthvað starf í hvort að vera Rauðakverfinu eða hvar. Þetta klikkað, halda áfram og hérna og hann þeir eru þá bara þarna eitthvað starf bakvið maðurinn sem var hættur í þessum heimi og þeir félaga Líður og Jóakim í felum og ég sko að hitta hann til að fá sýnishorn og hérna ég náttúrulega var sko vissi ekkert amfetamin, hef aldrei prófað amfetamin á æfinni. Nei, þú vissir ekkert hvernig þú ættir að meta það hvort það væri gott eða slæmt. Nei, nema að hann segir mér það, minn maður að ég að setja á tungubrotin og ég finn það, ef þetta er gott stöf þá dofna ég mjög fljótt. Ég á smakka efnið á tungubrotinum og það er hann kemur með sýnishornið og ég ber mig mannalega berða upp að munni mér og rek tungubrotin í og segi svona good stuff og hérna og var hann ekkert að sjá í gegnu þig? Hann horfði svona á mig bara svo ákveðið að ég ætla að fara með þetta halva gram og taka ákvörðunum magnið og við munum þá hittast daginn eftir ganga frá samningum. Og hvað lág fyrir þú ætlar að kaupa mikið? Svo kem ég til þeirra þarna í Felur og þá segir hérna minn maður maður sjá þetta og ég rétt á honum kökulinn og sagði þetta er í plasti. Hvernig kannstu dofnað? Ég sleikti þetta sko ég gæti ekki dofnað en þú sleikti bara innpakkaða karamelluna en svo var þetta þannig að þetta var í ágætis efni og við hérna ákveðum að gera bara eins og hann hafði gert á sínum tíma hann hafði sett þetta inn í bókina Mein Kampf hafði verið skorið úr bókinni innvolsið og svo var efninu pakkað og kápan sett á aftur þannig að hann var með þetta inn í þeirri bók og við vill enginn opna þá bók eða þú er enginn opna hana og við leituðum Amsterdam að Mein Kampf til að setja inn í og fundum ekkert betra heldur en ævisögu Stalin þannig að það var sett inn í sko, þetta bara þetta gram eða halva gram það er bara brytja niður og sett sápa saman við það og svo er þetta sett í bókina og við náttúrulega höfum aldrei samband við fíkniefnasalinn aftur þannig að þið létu aldrei verða að því að fara að kaupa hérna stóru sendinguna ég keypti bara þetta sem ég dofnaði af og hérna Varst aldrei smeykur með hljóðnemann á þér að þú verður bara tekin af síðan svo skotin eða eitthvað? Nei, það er nefnilega hefur aldrei fyllt mig, ég hef aldrei verið smeykur við nokkuð skapað hluti í þessum bransa og ég náttúrulega hef orðið fyrir einhver aðkasti og árásum jafnvel en það hefur alltaf bara ég er svolítið eins og geitungur ef þú slærti mig þá kem ég Nei, það er sko svo skrítið sem ég hef aldrei óttast þessa menn. Jón Trausti Lúthersson hann var nú frægt mál það sem að hann réðst á mig inn á Reistjótt og ég fylgdi málin eftir og kom honum á hraunni í þakklætisskyni 2 mánuði en ég var aldrei hræddur við þessa fugla og ég hef umgengist fullt af þessum mönnum og þetta er oft þetta er bara fólk eins og ég og þú, þetta er menn sem lenda á villigötum og fara aðra leiðir í lífinu
einhver tíma sagði einhver við mig hérna í Kanada horfði svona í augunum og sagði reyni ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því hvort þú verður rón eða ráðherra sko það bara þannig það er eitthvað sem að vísa þér veginn, þú ferð eitthvað og margir af þessum svokölluðu glæpamönnum bara vænstu skinn inn við beinið en lenda á glapstíðum og tóku bara vitlausa beygju einu sinni eða oftar á lífsleiðinni og þannig að ég hef svo sem bara umgengist á þessi marki og í kringum bókina Skuggabörn þá var ég náttúrulega í sambandi við mjög marga af þeim hættulegustu og það bjargaði mér á einhvern tímapunkti því að þegar þetta máli komið upp með Jón Trausta Lúthersson þá byrjaði að hóta mér að ef ég hverfi ekki frá málinu einhverju vinnur hans ef ég hætti ekki við málið sem ég gat náttúrulega ekki, þetta var Robert mál þá er ég komið heim til mín og það hefur sko, og ég hef svo sem sagt frá þessu áður, það hefur þessar afleiðingar að það ákveðið panik í húsinu ég bjó í fjölbýli og vinkona dóttur minnar bjó á neðstu hæðinni, þetta eru eitthvað 6-7 ára stúlka og hún panikar af því að hún veit að það er búið að hóta mér, það er búið að koma fréttum að þeir ætla að koma heim til mín, gera eitthvað og þetta barn þurfti sálfræði aðstoð því að hún taldi að ef þeir kæmi þá myndi byrja á næstu hæðinni og koma svo upp nema að ég talaði við lögregluna og ég segi að hvað vil ég gera í þessu þeir ætla að koma heim þá sagði þessi lögreglumaður sem var nú með þeim þekktari og er nú hættur mjög hávaxinn ég var búin að geta mér þess til og hann segi, veistu það reynir það er ekki til ráða nema að buffa á við getum ekki gert, við getum sett myndaðu utan húsi í þær en ekkert annað og ég segi, já, það er nefnilega það þannig ég hringi í mína menn Skuggabörnin og þann staðst á þar ég segi, heyrðu þessi er að hóta að koma heim til mín og þeir voru að bjóða peninga 100 skall einhverjum delum fyrir að fara og hvað vilt að ég geri þessu segi ég og hann geði mig korter og við skulum sjá hvað gerist korter setna hringdi hann og sagði þetta verður ekki vandamál ég er búin að ganga frá þessu og veistu eitthvað hvað gerist hann á þessu korteri viltu vita það? Nei, ég vil ekki vita neitt nema þeir kom aldrei og það var aldrei gert neitt með þeir nema það að þeir byðu mín einhverju 2 þegar máli Jóns Trausta var tekið fyrir í hérastómi þá byðu 2 í andirinu þegar ég kom til að gefa skýrslu og annar sparkaði mig og hinn þeir reyndu að vera hinnir ófriðlegustu og reka mig í burtu en ég fór náttúrulega bara inn bara eins og geitungurinn já, það vakti athygli mína reyndar að þarna voru símastúlkurnar eða konurnar í andirinu, í lobbyinu og það gerði engin neitt í þessu ég hugsaði með mér anskotin þetta er réttarkerfi á Íslandi og hérna er ég að koma inn í dómsal og það er ráðst á mig og það er bara ekkert gert í hvað með fólk sem er kannski fórnarlambi nauðgun eða eitthvað getur það verið, er hægt að ráðast á það bara inn í miðjum klíðum og það hefur kannski átt harma hefna þú hefur einhver í lobbyinu þannig að þú hefur skrifað einhvern ég svo sem var ekkert að velta ég bara fór inn og gaf mína skýrslu og Símon Grimmi dæmdi gaurinn á raunni í 2 mánuði þú er nefnilega sko þú er örugglega fljótt áttaði á því að þú getur ekki verið vinsældakeppni í þessu starfi Nei, það er ekki hægt en heyrðu höldum áfram þú varst komið með grammið í ævisögu Stalins að þú fannst ekki Mein Kampf já, nákvæmlega og við förum í gegnum og ég man alltaf eftir því við vorum að fara í gegnum Stíphól þá ég hafði verið Eiríkur Jónsson minn forni vinur var með útvarpsþátt á talstöðina eða hvað þetta hét og ég var aðstoðar ég var alltaf með honum sidekick eða hvað meðlum ég kalla það og hann vil ómögulega missa mig þarna þannig að sko ég var í beinni útsendingu með Eiríki Jónssoni þegar ég labba með Stalin í gegnum eftirliti á Stíphól
Þannig ég í símanum að tala við Eirík og það sendt út og ég að fara með Stalin í gegn. Og þú ert að lýsa því sem þú ert að gera þá í... Nei, við vorum bara að tala eitthvað allt annað. Já, ok. En við förum í gegn með þetta og svo komum við að Keflavíkurflugvöll og þar hundurinn. Já. Hvaða hundur sem það nú var og hann fer utan í mig. Já. Og ég segi einhvern veginn, já, ég með 2 tíkur heima þetta. Já, segir sá sem með hundin og þeir fara, svo förum við í gegn og ég stoppa svo á línuna þarna en svo var yfirstum það, fór ég yfir línuna, fór ég yfir landamærin og ég tilkynni það við séum með Stalin í pókahöfninu og eitthvað smáraði af amfetaminni frekarinn og sápu. Já. Og það verður allt vittlust leið og ég ber háttaður. Varstu með myndatöku og hvernig var... Þeir voru eftir mér, Þeir voru eftir þér, já. Filmaði þetta allt saman. Og fjórði maðurinn, já. Sem að vildi nú alls ekki láta bendla sig við nokkuð skapaðan hlut. Nema þetta var nú frækt atriði í spaukstofunni þar sem að ég háttaður, sko. Já. Þeir ber hátta mig og ég grandskoðaður, hvort að ég sé með eitthvað meira og þeir voru mjög fúlir tollverðirnir. Samt hafði ég talað við sýslumannin á Keflavíkurflugvöll áður og sagt honum að það væri von á einhverju. Ok. Og spaukstofan tók þetta atriði einhvern tímann fyrir það sem að vera að hátta mig og ég að æpa, ég er stjörnublaðamaður eða hvað en það ákveðið að láta okkur finna til tefaðsins því að við erum allir 4 teknir og lestir inni. Já, heldur betur fyrir að smikla bókinni. Og bara í hendastinni held ég, sko. Hann vissi nú alveg, hann sýsli að þetta var nú ekki eitt alvöru smikl. Nei. Og það varst eitthvað leiðilegt að vera að láta reyna á kerfið, hvort það virkaði. Og það þetta var svolítið snið. Þetta er sama leiti og einhverju blaðamenn, rannsóknarblaðamenn fari í gegnum Gardemóin með byssur. Ok. Til að sýna fram á... Danskir blaðamenn þá eða? Norskir. Já, norskir segi. Já, og það var bara rætt máli á þeim fórsendum, hvernig óskopunum var hægt að fara í gegn hann með byssur. Já. En fór þetta út í það að ég væri bara að brjóta einhver lög og það var bara, menn þurfti bara að það var ákveðið að það var haldið áfram með málið. Ég vorum lokaður inn í 7 klukkutíma og einn okkar fekk taugaáfall. Okay. Sem ég ætla ekki að segja hver var en hann hefur sagt mér það að hann hefði upplifað þetta aftur í martröðum sínum en líður við erum minn læknir, hann svaf nú eins og steinn bara, hann var bara notalegt að fá að hvíla sig. Já. Og svo líða 7 klukkutímar áður en okkur hleypt út og DFF með máli daginn eftir og ég hef verið handtekinn og svo framvegis nema að þetta fekk þjóðarathygli og myndinu þetta seldi myndinu náttúrulega. Já, hún var svo sýnd, var hún ekki bara sýnd á RÚV eða Skjá-einum eða sló all áhorfsmet eða allavega hún var mjög mikið, fekk mikið áhorf og ég svona afleggingarna fyrir mig verður svona, ég var ritstjóri Mannlýsir þetta var og það kom til umræðu í eigendahópnum þar að reka með því það væri náttúrulega ekki hægt að vera með ritstjóra sem væri að smikla amfetamíni. Menn voru búin að missa fókusin á því sko hvað þú varst að gera. Nákvæmlega en þessar raddir urðu nú undir og menn bent að þetta væri miklu fyrir eitthvað svona rannsóknarverkefni sem það var en þetta var alveg fekk gríðarlega athygli. En var þetta ekki meira kynningarstönd frekar heldur en rannsóknar? Þetta er náttúrulega hluta sögunni sko og það er alltaf þannig alltaf vill maður, þetta er eins og með nýju bókinum, fólki í vitanum maður fer á svæðið, maður upplifir og maður skoðar sko með því að mæta og það var það sem vorum að gera sagan sem að hann sagði okkar maður hún var þessi, hann fer til Amsterdam hann gerir þetta, gistir á þessu hóteli við gerum allt eins. Akkurat. Þannig að ég er raunverulega að ná mér í fóður í bókina. Varstu ekki búin að gefa út bókina Skuggabarn? Nei, hún er í smíðum. Hún er í smíðum og svo gerðist það sem er náttúrulega komist að myndi sló all með
bókin, hún fór svona síður og ég held að hann hefði selst í kannski 1500-2000 endökum. Já, en öll þjóð sá hérna allir sem sá myndina hérna, sko fyrir ekkert svo löngu síðan, hvað ár síðan þú svona stegst niður úr hefbundinni blaðamennsku, eða ekki? Jú, það var bara eftir áramótin. Já, síðustu áramót þá hætti ég að mannlíf rann þá bara inn í heimildina. Já, og aðri tekni þar við keflinu og þú hefur sett fókusinn á þín 2 hugðarefni, það er fjallgöngunar sem eru búin að fylgja þér í svolítið langa tíma. Og svo þessi nýja bók hérna Fólki í vitanum. Já, sem er hvað, ekki, þú ert að láta mig fá eintak vegna þess að það er ekki hægt að fá hann út í búðum eða? Já, ég nú bara færa þér eintak af því að þetta er þú. Já. En hún er uppselt hjá mér sko. Já. En hún er til í búðum, ég veit ekki hvað sem ekki, en hún hefur allt í einu þá fór hún að taka flugið. Já. Þessi bók var aldrei hugsuð sem sölubók. Nei. Hún var svona gæluverkefni og að því ég hef náttúrulega verið í þessum göngum og Hotbjartsviti, ég er búin að koma þangað nokkuð oft. Já. Og það er einhvern veginn síðast inni með það þurfa að segja sögu fólksins sem bjó þarna. Og þannig byrjaði ég að safna í bókina og ég byrjaði að tala við, það er hérna börn faramann á bókinni sem að mistu móðu sína og 2 systkini á örfáum dögum í ágúst 1935. Hvað kom fyrir? Það kom upp smitt, kíghósti og það deyja 2 yngstu börnin og ég það er einn af þessum börnum, hann Vilhjálmur Valdimarsson, hann var 92-93 ára þegar ég ákveði að taka með hann viðtal fyrir 5 árum. Já. Til sem innlegg í bókina og nokkru setna ákveði að ná Jóla að koma og fer keyri til Akureyrar og hérna og Lenu hérna. Já. Og fer hérna hitti Óla og tek við hann langt viðtal sem er í bókinu líka. En þetta var sko, það var eins gott að ég fekk þessa hugmynd á þessum tíma því að þeir eru báðir farnir. Óli dó fyrir 2 árum og Vilhjálmur fyrir, það er aðeins lengra síðan. Ertu búin að vera með þessa bók lengi í smíðun núna? Já, 5-6 ár. 5-6 ár. Og aldrei hugsunin sko, stundum hugsa maður, maður vill selja bækur. Já. Og sumt er augljóslega söluvara bókinum Sonju Sórilja sem að seldist í miklum upplöfum og Ljósið í djúpinu, Saga Rögnar Laugabóli. Það er önnur bók, Linda P. Já. Þetta er allt sölubók og maður veit það og maður hugsar það þannig. Já. En þessi var svona bara eitthvað sem ég langaði til að gera og ég leta eftir mér. Það er bara hugðarefni, ég get svona einhvern veginn sett mig inn í þinn hugarheim. Þú ert á öllum þessum gönguðínum og ert við Horbjargsvita. Þetta er mjög afskekktur staður. Afskekktasti staður á Íslandi. Og ofbóðslega saga ábyggilega sem að hérna, ég hlakka til að lesa þessa bók. Það er hérna bara eins og að fara með fjölskylduna til læknis, það er náttúrulega stórmál. Og það segir einmitt frá því þarna þegar Óli komið fikk tampinu. Já. Búin að vera með tampinu dögum saman og allir sem að fengi tampinu vita hversu hryllilegt það er næsti bær við Sjóauki. Já. Og hérna og hann hefur samband við Viðar tannlækni á Ísafirði sem er enn að praktísera. Já. Og Óli hann var bara eins og þessi kynslu og aldrei, verði ekkert að hafa fyrir mér sko, bara en geturðu og hann segir við væri til í að hérna að lána töng og kannski leiðbeina einhverjum af honum Daniel Sigmundsson í bátnum hvernig að losa mig við tönnin og verkin ekkert verið að hafa fyrir mér en getur að lána töng og kent einhverjum á þetta. Já. Og við það sagði ég bara kem sjálfur. Já. það er sem sagt þessi ferð og það er við það að vera ófært í Látreyk, það er mjög erfitt að lenda í Látreyk oft. Já. Og undir hæli lagt hvort þú kemst ekki nema þeir eru svona á 11. stundu á Daniel með tannlæknin og það er hérna farið í land á Gumbát og Óli býður þar með opinn munn og tannlækninni deyfir hann í snarhasti og hérna kippir hún á tönninni. Já. Og svo stekkar hann að borða aftur og það er farið nema að hérna og það Óli segir frá þessu atviki
en hann hafði látið hann sitja á einhverjum steinkanti sem að núna heitir Tannsteinn en þetta sko bara dæmi það þú ert, sko það bara rosalega langt í alla hjálp ef eitthvað stundum ekki nokkur leið að komast í vitan hérna, ég laka til að lesa bókin og setja mig inn í þennan hugarheim en er meira framundan hjá þér í svipuðum dúr ert að fara að skrifa meira fólk sem var í einhverjum afdölum eða hvað er næsta dagskrá hjá þér? Ég er náttúrulega mest í ævisögum. Þú ert mest í ævisögum? Það hefur verið þannig, ég er búin að skrifa ævisögu nokkra kvenna. Já. Þannig bara því ég var forvitin hugarheim kvenna og þess vegna skrifaði ég Sonju, ég skrifaði Lindu, Ragnar Lögabóli. Þannig ég er svona mest í ævisögum og það er klárlega eitthvað framundan þar. Það er klárlega eitthvað framundan. Og ég á svo sem eitthvað skrifað sem að ábæra eftir að koma í endanlegan farveg. Laka til að sjá meira því. En hérna að lokum fjallgöngunar, þú fékkst þessa bakteríu fyrir örugglega líka 20 árum eða ekki varst ekki að taka þig, var þetta ekki svona partur á einhverju heilsu átaki að fara að labba Ólafsvelli og svo bara áður vissir þá varstu búin að ganga upp á 1000 sinnum? Já, ég er búin að fara 2000 sinnum á Ólafsvelli en 210 sinnum á Esjuna en sko, jú, fjallgöngunar komum bara einfaldlega þannig til að ég var sko 2009 þá var ég hérna í Vestadjobb á Íslandi, ritstjóri DF sem stress og ávísun á eitthvað. Já. Ég var reykingamæður og ég var 140 kíló. Já, hræðileg uppskrift. Þannig að það gæti verið hjartaáfall, það gæti verið krabbamein, það gæti verið heilablóðfall, það var eitthvað af þessu sem var í pípunum. Já. Þannig að ég ákveð bara að snúa blaðinu við og fer að ganga 2010, hætti að reykja og þyngdist enn meira við það sem önnur saga og hérna hætti að reykja og fer að stunda þessa göngur og svo heppin að komast í bandalagi við Ferðafélag Íslands. Já. Sem var þá með verkefni 52 fjöll, Páll Ásgeirsson og Rósa Sigrún sem að stýrði því en Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri Ferðafélags, hann hafði nú fundið upp á þessu. Já. Þá var hann og feitur og var eitthvað að bera sig upp í konu sinna hvað hann ætti að gera og hún segir, 1 fjallgang á viku, sagði Auður. Já. Og Palli fer í þetta og það verður úr þetta verkefni 52 fjöll. Þannig ég innvinklast í það og svo heppin að vera svo reikin að DF eftir að verða átök í hluthafahópnum og þá ég Ferðafélagið mitt til að stýra gönguhópum. Já, og við erum akkurat núna, það eru 10 ár síðan ég byrjaði að stýra fyrsta skrefinu og Tifa og Tinda. Já, þannig að þú ert í því líka á fullum krafti að já. Og ferði í alla gönguna sjálfur? Já, all flestar. Þannig að þú ert svona eins konar leiðsögumaður í þessum göngu líka eða hópstjóri eða þannig? Já, ég er náttúrulega fyrst og fremst og við erum 2 með þessa hópa, ég og sambýliskonan Guðrún Gunnsteinsdóttir. Já. Og þetta er sko, eins og ég hef sagt, ég held að það hefur Robert Marshall sem sagði við mig að svo sniðut að finna eitthvað sem hefur gaman af og fá svo borga fyrir það. Já, ég ætla að segja, sama flög gegnum huga mér og þú ert að gera, búin að breyta áhugamálinu þínu í djóp. Já, ég hugsa líka alltaf, ég þarf á þess að halda, því ég náttúrulega hef þennan tendens að þyngjast og þarf á því að halda að reyfa mig, þannig að við erum með alltaf fasta 2 göngur í viku, 1 Ólafsvell og þú ert velkomið þangað eins og allir aðrir. Ég skal mæti í næstu. Ég kom með þér örglega í sko 1000. skiptið. Það var mikil stór hópur sem að labbaði. Já, það voru 2500 mann sem mætt á fjalli þegar stuðmenn voru með tónleikana að uppi. Já, ég kom einhver tíma, þá var líka hvort að Guðni Forseti tók ekki í lagi líka. Þetta er löng saga og Ólafsvelli er náttúrulega bara heimahöfnin. Já. Og það er nú svona eftir að, sko ég einsetti með það að fara á Mont Blanc þegar ég var í þessari stöðu að það var hjartaáfall, heilablóðfall eða krabbamein og þá einsetti ég mér að létta mig, ná upp styrk og ganga á Mont Blanc. Já. Sem að þótti nú sumum helviti djart. Já. Af þessum einstaklingi. Heldur betur. Og hérna, svo nægi því náttúrulega að komast upp á Mont Blanc og þá kemur þessi tómleika tilfinning
þú ert búin að fara að þanga, hvað svo? Ég hef heyrt þetta. Þú veist ekki, þetta ráðherra veikin, þú ert ráðherra og þingmaður, þetta bara leiðilegt. Já. Þannig að ég þurfti að taka sjálf mig í smá þerapi og svo endaði með því ég hugsaði með mig, Úlfarsvelli, það bara mitt Mont Blanc. Þannig að ég ætla bara að vera ánægð með það að fara þar upp. Aftur og aftur og aftur og aftur. Ég hef talað við mann sem að fór upp á Everest sem hafði nákvæmlega sömu sögu að segja sko, leiðum að komin upp á tindin eða svona eftir að hafa verið upp á tindinu. Það kemur tómleikin. Tómleikin. Þetta eins og að þú vilt vera skipstjóri og svo verður skipstjóri og þú veist að byrja, hvað svo? Já, nú ég bara að verða blaðamaður. Þetta dásamlegt. Reynir, ég hlakka til að lesa fólki í vitanum og fylgjast með þér og koma með þér á Úlfarsvelli í næstu göngu. Já, ég kom til fagnandi. Ég bara þakka fyrir mig. Takk kærlega fyrir að koma í Sjónvarpið.